Breytiþáttur. Nú ef ég veit hækkanir og lækkanir í prósentum þá tiltölulega auðvelt að finna þennan breytiþátt. Hérna er ég búin að setja upp 4 dæmi A, B, C og D. A er hækkun upp á 15%, B er lækkun upp á 18%, svo er C-liðurinn þar hækkun upp á 319% og í D-lið þar er lækkun 0,3%. Skoðum hvernig við finnum breytiþáttinn. Í A-lið þá tekið þessi 15%, ég breyti því í tugabrót. Það er sem sagt 15 deilt með 100 og þá er tugabrótið 0,15. Af því það er hækkun, þá þarf ég að bæta þessum eina við, þar að segja 1 pluss þessi prósenta, þá er ég komið með breytiþáttinn 1,15. Í B-lið þá er ég að tala lækkun 18%. 18% þýðir í tugabróti 0,18. 18 deilt með 100. Af því að lækkun þá verð ég að draga þetta 0,18 frá 1 og þá stendur eftir 0,82. Það er raun og veru það sem maður borgar eftir lækkunina. Þannig að breytiþátturinn eftir lækkunina verður 0,82. Í C-lið þá er ég með hækkun upp á 319%. Gerum eins og áðan, breytum 319% í tugabrót. Þannig ég deili 319 með 100, þá fæ ég út 3,19. Nú af því að þetta er hækkun, þá þarf ég að bæta þessum eina við. Ég þarf alltaf að bæta þessum eina við ef það er hækkun og þá fæ ég út breytiþáttinn 4,19. En skoðum D-lið. Það er lækkun 0,3%. Þegar ég breyti 0,3% í tugabrót þá þýðir það 0,003 og að því að það er lækkun þá þarf ég að draga það frá 1. Þannig að breytiþátturinn er þá 0,997.